daginn, gott fólk. Þá erum við komin að kafla 5 og það eru samskipti á milli foreldra og barna sem við ætlum að fjalla í þeim kafla. Hvað það, eða sem sagt, hvað fela góð samskipti í sér? Það náttúrulega í fyrsta lagi, hvað virkar vel fyrir mig til að fá mínu framgengt? Hvað ger ég til að fá mína hluti? Hvað virkar vel á mig svo ég vil gera eitthvað sem aðrir að biðja mig Það er hin hliðin á samskiptunum, það er sem sagt ég biðja eitthvað eða einhverjir aðrir biðja mig eitthvað. Og síðan það almenna atriði sem gott að hafa í huga þegar við erum að tala samskipti. Góð samskipti, þau fela í sér gagnkvæma virðingu. Þú getur ekki átt góð samskipti við einhvern sem þú berð enga virðingu fyrir. Það er hlustun, það er kærleiki, einlægni, skilningur, traust og jákvætt hugafar. Og það sem er mikilvægast af öllu og sérstaklega þegar við erum að tala börn, og ekkert sérstaklega, það á við alla, að það er að hafa skilaboðin skýr. Þau að vera einföld, segja það sem maður meinar og meina það sem maður segir. Ekki gefa eitthvað það sem fólk á að lesa í það sem maður að segja, því við vitum aldrei hvernig fólk les út úr hlutunum. Samskipti í fjölskyldunni. Í allra fyrstu samskiptum nota börn happa og glappa aðferðina. Þau nota það sem virkar og þau nota það aftur og aftur. Að það virkar ekki, þá henda því þau út. Því það er það sem þau eru að læra. Þau eru að læra. Foreldrar og systkini eru fyrirmyndir í samskiptum og lífsviðhorfum. Því það er það sem barnið horfir til. Þannig að börnin læra það sem fyrir þeim er haft. Og svo verðum við hafa annað í huga. Við erum öll með okkar persónueinkenni og við erum hvert og eitt með sitt sérkenni og túlka reynslu og upplifun á sinn hátt. Ég get aldrei sagt þetta er svona því ég bara túlka fyrir mig, en svo getur einhver annar túlkað allt öðruvísi. Og börn taka samskiptamynstrið að heiman með sér út í lífið. Þannig að við þurfum að muna að eiga góð samskipti sem þau sjá. Ef orð og æði fylgist ekki að, þá skiptir hegðunin meira máli heldur en orðin. Það er svo skrítið sem það er að orðin gleymast en þú manst eftir hegðuninni. Og það er undir meðvitundin. Fyrirmyndirnar. Fólk sem elst upp á heimilið þar sem voru sífaldar aðfinnslur hætti til að vera ofta að gagnrýna sín eigin börn. Ef þú færð aldrei neitt nema athugasemdir, þá er þetta munstrið sem þú lærir. Sú tækni sem við notum í samskiptum er lærð. Þetta er áunin hegðun og hún er oft ómeðvituð. Þetta er undir meðvitundin sem er að stjórna. Ef þörf er á, getum við tileinkað okkur nýja hegðun og þannig samskipti okkar ánægjulegri og árangursríkari. En við verðum að vita af því að það sé eitthvað athugavert við, annars höldum við áfram með gamla munstri sem við erum vön. Grundvallaratriði er að vera meðvitaður eigin samskiptahætti og velja að vera uppbyggjandi. Velja að gefa jákvætt frá sér í staðin fyrir neitandi og vera alltaf að setja út á. Þá komum að slæmri hlustun. Við heyrum helminginn af því sem er sagt. Þetta er það sem við erum að segja. Og við heyrum helminginn af því sem er þetta. Við skiljum helminginn af því sem við heyrum. Við munum helminginn af því sem við skiljum. Og við dæmum á viðeigandi hátt helming þess sem við munum. Og bregðumst á viðeigandi hátt við helminginn af því. Sjáuð hvað þetta er lítur orðið sem stendur eftir. Við tölum að við byrjum á þessu stóra kassa hér og þetta er það sem við erum að bregðast við. Virk og góð hlustun. Þá sýnum við fulla athygli og nærveru. Við spyrjum ef við missum þráðinn. Við ímyndum okkur ekki að þau hafi sagt þetta eða hitt. Við leggjum frá okkur fyrirframmótaðar hugmyndir það hvað viðkomandi ætlar að segja og reynum að skilja en dæma ekki. Að ekki ákveða því hann er byrjað að segja eitthvað þetta sé það sem hann ætlar að segja og við gerum það allt og oft og auðvitað gerist alltaf eitthvað. Erum á varbergi gagnvart misskilningi því fólk notar orð í ólíkri merkingu. Við erum ekki öll að nota sömu orðin og þau því ekki það sama fyrir okkur öll. Við gefum viðkomandi til kynna við höfum heyrt og skilið það sem sagt var með því að gefa stutta innihaldslýsingu og biðjum staðfestingu. Við segjum, varstu að meina þetta, bla bla bla. Ég boð og þú boð. Ég boð eru gagnlegri til að fá barn til að breyta hegðun. Því þau eru uppbyggjandi, þau höfða til ábyrgðarkennda barnsins. Og dæmi slíkt er, ég þarf að finna leið til að leysa ákveðið vandamál og ég þarf að þinni hjálp að halda við það. Þú boð, í þeim felast mjög oft ásakanir. Og það æsir oft börn upp til mótþróa og deilna eða valdabaráttu.
Börnum finnst ofta eitthvað sé að þeim og þau séu ómöguleg þegar þau fá mikið af þúboðum. Dæmi, hættu þessu suði, þú virðist aldrei geta hamið þegar við förum út í búð. Og sem sagt láta barni vera ábyrgt fyrir því í staðin fyrir að taka það meira á sig með því að nota ég-boðin. Samtölum við börn, ef við erum að tala við börn, að nota opna spurningar þegar tök á. Það eins og til dæmis, viltu segja mér frá skóladeginum? Gaman væri að heyra hvernig gekk á æfingunni. Hvernig á góðu vinur að vera? Hverjum viltu bjóða í heimsókn? Þetta opið. Við notum já og nei spurningar þegar við viljum fá ákveðnar upplýsingar. Viljum vita af eða á eitthvað. Við segjum ekki, var gaman í skólanum? Já eða nei. Gaman, var æfingin skemmtileg? Já eða nei. Og börn sem eru lokuð, að þau nota tækifæri, eða ekki nota tækifæri, en þau segja bara já og nei. Þannig að þarf að vera meðvitaður að vera með opnar spurningar. Leiðandi spurningar, var ekki gaman í ferðalaginu? Hvað getur barnið sagt? Jú, það var rosa skemmtilegt. Fannst þér ekki góður maturinn í hádeginu? Jú, var mjög góður. Í staðan fyrir að segja hvernig finnst þér maturinn, eða fannst þér maturinn í hádeginu? Hvernig var í ferðalaginu? Yfirheyrslu samtöl, þau einkennast mjög oft af virðingarleysi og hugsunarleysi. Hvert fórstu? Í bíó. Með hverjum? Möggu. Hvenær varstu búin? Klukkan 10. Á hvað mynd fórstu? Þú veist, það hægt að hafa þetta samtal allt öðruvísi. Og þarna ertu að rauninni svona pínlítið að ásaka barnið, eða við þessu tilfelli myndi að kannski vera úlingur sem við værum að tala við. Við erum svona algjört ásakað að hafa ekki gert hlutina rétt. Það er mjög mikilvægt að hrósa og það þurfa allir að hrósa að halda. Sérstaklega börn þegar þau eru að leggja sig fram að standa sig vel og það má ekki gleyma hrósinu. Fólk alltaf að tala að þau ætla að verðlauna fyrir þetta og hitt, en oft nóg að hrósa því það það sem að skilur eitthvað eftir sig. Og það sem þarf að muna þegar fólk að hrósa, það að vera einlægur, vertu einlægur og veldu réttan stað og stund. Ekki hrósa til dæmis út í búð, það sem fullt af fólki og það skilur ekkert eftir sig. Þú talar við barnið á réttum stað. Náðu augnsambandi sem mjög mikilvægt. Vertu nákvæmur, fyrir hvað ert að hrósa. Ekki ofgera að skjalla, börn eru mjög fljóta að sjá í gegnum það eða verið að bulla eitthvað. Ekki lítillækka sjálfa þig eða aðra í leiðinni. Þú ert ekki að tala niður til þínu leður hrósar ykkur öðrum. Ekki draga á hrósinu eða bæta við niðrandi athugasemdum. Og þetta mjög oft gert. Að þá segiru, rosalega varst þú fín í dag. En þú hefur kannski ekki þurft að vera í þessari peysu. Eða þið skiljið hvað að meina. Það klínt aftan á einhverju setningu sem algjörlega óþörf. Að gagnrýna þýðir bókstaflega að rýna til gagns og það mjög oft sem fólk gleymir því og það segir að ég nú bara að veita uppbyggilega gagnrýni en það í rauninni að rífa niður. Ef það ekki eitthvað sem við ætlum að láta fólk, eða sem sagt fólk geti bætt sig, sleppum því þá að gagnrýna. Það vandasamt að rýna til gagns á uppbyggjandi hátt og þá sérstaklega við börn. Það að vera málefnalegur, ekki rugla saman hegðun og persónu, vera nákvæmur og ekki alhæfa, ekki nota alltaf og aldrei og sína skilning, hlusta á viðbrögð viðmælans, hvað segir barni við þessu sem maður að segja og byttum tillögur til úrbóta, leyfðu viðkomandi að fá að vera með í hvernig hægt að laga þetta. Að gagnrýna aftur, forðast að gagnrýna fyrir það sem löngu búið. Það verður ekkert upp á sig. Fyrir eitthvað sem ekki hægt að breyta. Til hvers að vera gagnrýna eitthvað sem þú veist ekki hægt að laga. Og með því að særa það niðurlega. Það ekkert fengið út úr því. Gagnrýna ekki svo aðrir heyri. Það alltaf algengt að fólk gerir það. Og það verður bara til þess að fylla viðkomandi af reiði og vanmáttarkennd. Ekki gagnrýna með að þú ert reið eða reiður. Og ekki með langlóku tali. Skýr skilaboð. Að taka gagnrýni hins vegar, það líka slæmt. Að taka gagnrýni líka erfitt. Hafðu vald á tilfinningu þínum og ekki fara í vörn. Það ekkert verra heldur en að fara í vörn. Hlustaðu á rökin og skýringarnar áður en þú tekur til máls. Ef gagnrýnin almenn eða óljá, spyttu þá dæmi. Hvað ertu að meina? Ég meina, hvað nákvæmlega það sem að ég ætti að laga eða breyta? Veltu þið fyrir þér hvort að gagnrýnin sé sanngjörn. Ef hún sanngjörn, ekki afsaka þig. Heldur skýrðu þín sjónarmið hverju hægt að breyta og hverju ekki hægt að breyta að þínu mati.
Ef hún ósangjart, mótmæltu þá með ég. Til dæmis ég tel að þetta sé ekki sangjart. Ekki segja bara þetta er ekki sangjart, heldur það er ég sem tel að þetta sé ekki sangjart. Ágreiningsmál, togstreita og að vera ósammála. Það koma alltaf upp ágreiningsmál og togstreita í öllum fjölskyldum og á öllum vinnustöðum. Annað er ekki hægt. Við erum ólík og það er bara þannig. Ef ágreiningsmál koma aldrei upp, verða aldrei neins skoðanaskipti og engin þróun mun eiga sér stað. Þetta er svolítið athyglisvert. Ef það bara allt saman liggur bara svona mjúkt og bara líður áfram, það gerist ekkert. Ágreiningsmál eða togstreita gefið fólki tækifæri til aukin skilnings á mönnum og málefnum og aukin samstöðu. Það getur hreinlega orðið til þess að breyta einhverjum skoðunum ef fólk er ekki sammála og ef það ræðir málin. Ágreiningsmál eru því stundum nauðsynleg og það er mjög mikilvægt að virða skoðanir annarra. Aðrir hafa fullan rétt á að hafa sína skoðun og vera ósammálaðir þó að segja askoti fúlt. Þá er það bara þannig að hinir mega kannski bara hafa aðra skoðun þó að mín sé auðvitað svo rétt. Að leysa málin. Það er mikilvægt að geta átt málefnalegar umræður og geta fært rök fyrir máli sínu á sama hátt og það er mikilvægt að hlusta á rök annarra. Víst er þetta svona. Það er ekki rök. Það er bara, hvað maður að segja, já, fólk er bara að stuða þegar að segja bara víst þetta er ekki svona, víst þetta er, já, eða eitthvað. Hvaða niðurstöðu vil ég fá af hverju? Þjónar það mér, barninu einhverjum öðrum? Er ég tilbúin til að leysa málið? Ef já, hvaða leið er það best til að komast að ásættilegri niðurstöðu? Ef nei, hvaða afleiðingar kemur það þá til með að hafa? Samskiptaleiðirnar, þær eru, má segja tvær, það er valdboðið og það er spurningaaðferðin. Valdboðið, það er að hóta og refsa á meðan það skiljar árangri. En skilar það eitthvað til lengri tíma að hóta og refsa? Og það er samningaaðferðin, það er að höfða til samvinnubassins og láta því í 10 tillögurétt. Og það eru 5 atriði sem þurfa að vera til staðar. Það er að viðurkenna togstreituna og skilgreina hana. Koma með uppástungur lausnir. Meta lausnirna sem hægt er að velja Finna leiðir til að láta samkomulagi verða veruleika og meta árangurinn í lokin. Virka þetta sem við vorum að gera eða virka þetta ekki? Neikvæð hegðun barna á oftast rætur að rekja til lítið sjálfstraust. Það er börn með lítið sjálfstraust sem að hegða sig neikvæð til að fá einhverja viðurkenningu og til að fá athygli. Barn með neikvæða hegðun trúir því að atferlið muni bæta stöðuna og notar því skaðráð í stað bjargráða. Barnið reynir að vekja athygli með því að ergja foreldrana, reynir að sýna það hafi valdi, það rífst og sýnir yfirgang, reynir að hefna sín með því að særa aðra og barnið gefst upp og verður óvirt. Við höfum öll séð þessa hegðun. Það er nauðsynlegt að leiða hjá sér neikvæða hegðun barnsins en veita jákvæðri hegðun þess athygli, styrkja þessa jákvæðu með hrósi og öðru. Muna það sem þú veitir athygli, það er það sem vex og dafnar og það á við í börnum eins og með alla aðra hluti. Hrósa og veita jákvæð athygli. Og við erum búin enn einu sinni. Ótrúlegt en satt.